Andri Snær Magnason, Sagan af bláa hnettinum, Reykjavík, Mál og menning 1999. Þessi ljóðbók gefin út af Blindrabókasafni Íslands árið 1999 og Andri Snær Magnason höfundur bókarinnar les. Fyrsti kafli. Einu sinni var blár hnöttur. Einu sinni var blár hnöttur lengst út í geimnum. Við fyrstu sýn virtist þetta bara vera ósköp venjulegur blár hnöttur og það ólíklegt að stjörnuspekingur eða geimfari hefði gefið honum svo mikið sem hornauga. Sól og tungl flugu einn í hringi kringum hnöttin á hverjum degi og vindur bylgjaði grasið og blómin en fossar féllu ofan af háum fjöllum niður í djúp gljúfur. Himinin fjöku skýjahnöðrar og bak við þá skínu stjörnur. Allan hnöttin voru lönd af öllum stærðum og gerðum og í kringum hvert land var haf, sá stundum spegilblátt en stundum svo úfið og ólgandi grátt að öldurnar æddu á land og brotnuðu 1000 dropa á sandinum. En það var eitt sem gerði bláa hnöttin alveg einstakan. Þar bjuggu bara börn. Auðvitað voru þarna líka plöntur og dýr en hringinn í kringum hnöttin voru börn af öllum stærðum og gerðum. Lítil börn og stór börn, feit börn og mjó börn, en sum voru jáfnvel skrítin eins og barni sem þú sér í speglinum. Börnin voru miklu fleiri en 100, svo við skulum bara segja að þau hafa verið óteljandi. Vegna þess að engir fullorðnir bjuggu á bláa hnöttinum, þá voru börnin fullkomlega frjáls. Þarna var enginn til að skipa þeim fyrir verkum. Þetta voru eiginlega villibörn. Þau átu þegar þau voru svöng og sofnuðu þar sem þau eru þreytt og léku sér þess á milli án þess að nokkur kæmi til að trufla. Það má samt alls ekki skilja þessi orð sem ádil á fullorðna. Margir þeirra eru alveg ágætir. Blái hnötturinn var fallegur, en hann var líka hættulegur. Hann var svo stút fullur af furðum og ævintýrum að engin fullorðin hefði getað búið þar án þess að fá grátt hár og veslast upp af stressi og áhyggjum. Þess vegna hafði engin fullorðin lent á bláa hnettinum svo lengi sem yngstu börn mundu og stjörnufræðingar þorðu ekki fyrir sitt litla líf að beina sjónaukum sínum þangað. En nú geta ykkur spurt, hvaðan koma þá börni? Hvernig fjölgaðu sér? Verðu þau aldrei fullorðin? Hvernig verðu þau til ef engin fullorðin býr á hnettinum? Svarið er einfalt. Engin veit. Eins og áður sagði þá hafa vísindamenn ekki mikinn áhuga á bláa hnettinum og þeir hafa ekki rannsakan til fulls. Men vita það eitt að þar búa óteljandi villibörn sem fullorðnast ekki. Af einhverjum óskiljanlegum ástæðum virðist æskubrunurinn í hjörtum þeirra vera ótæmandi, þannig að börnin gætu allt eins verið mörg 100 ára gömul. Ævintýrin voru óteljandi á bláa hnettinum. Í sumum löndum var hægt að elta sjálflýsandi eldflugur í myrkrinu eða klifra í klettum og stökka ofan í ylvolgan sjóinn. Í öðrum var hægt að tína skeljar í fjörinu og fylgjast með sæskjaldbökum skríð á land til að verpa eggjum. Þarna voru snarbrött fuglabjörg og jöklar sem skriðu í hafið með miklum skruðningum. Þarna uxu ljósgrænir skógar með páfagaukum og tígrisdýrum sem eru dökkgrænir á kvöldin þegar úlfarnir fóru á kreik en dimmgrænir á nóttunni þegar leðurblökurnar vöknuðu og kóngurlær með loðnar lappir spunnu vefi milli trjágreina. Einu sinna ári gerist ótrúlegur atburður á bláa hnettinum. Þá komst ljósgeisli inn litla smugu á stórum helli í Ljósafjalli. Þetta var engin venjulegur hellir. Hann var fullur af sofandi fiðrildum. Þegar ljósið flæddi inn í hellin og skein á marglita vængi fiðrildana, gerðist undrið mikla. Fiðrildin vöknuðu að dvala, fyrst blökuðu í vængjunum ofur hægt og rólega, en síðan tókust þau á loft eitt af öðru, flugu út hellismunnan og eltu sólina heilan dag, hringinn í kringum hnöttin, yfir lönd og höf og fjöll og dali. Síðan flögruðu aftur inn í hellin, sofnuðu og vöknuðu ekki fyrir ári liðnu. Fiðrildaflugið var mesta undrið á bláa hnettinum og sannkallaður gleðidagur. Þá lögðust börnin á bakið og fylgdust með loftinu fyllast af fiðrildum í öllum heimsins litum og hverfa á eftir sólinni bak við sjóndeildarhringinn. En öll ævintýrin voru harla hversdagsleg með ævintýri sem þessi saga greinir frá. Hér segir frá langmesta og langhættulegasta ævintýri sem nokkurt barn á bláa hnettinum grunaði að það geti lent í.
Sagan hefst. Sagan hefst á lítilli eyju í djúpu hafi, skömmu fyrir fiðrildaflugi mikla. Það var bjartur sumardagur og Brimir var á gangi eftir svartri strönd. Hann gekk í hægðum sínum og týndi kuðunga, en stundum fann hann flatasteina sem hann notaði til að fleyta kerlingar út í hafið. Hann gekk rólega gegnum mörgæsavarpið og smokraði sér gegnum þvöguna. Hann gætti þess vandlega að stíga ekki á egginn. Brimir ætlaði þetta Huldu vinkonu sína og sína henni óvinni fallegan stein sem hann hafði fundið við rætur Efstafjalls. Það rétt sást glitta í höfuð hans og gulan hárflókan sem stóð upp úr svarthvítum hópi mörgæsanna. Garnirnar í honum gauluðu vegna þess að hann hafði steinglemt að borða í fjallgöngunni. Hann horfði á girnilegu eggin undir mörgæsarössunum og fekk vatn í munnin, en þegar hann mætti illilegum augum mörgæsanna ákvað hann að láta þau eiga sig. Hann var jú bara einn, en þær eru örugglega mörg þúsund, og þótt þær væru óflegar þá voru goggarnir flugbeittir. Brimir sá Huldu vinkonu sína draga eftir sér stóran og þungan poka. Hann hljóp til hennar. Hæ, sagði Brimir, hvað er í pokanum? Bara selur? Bara selur? Já, bara einn selur, en líka appelsínur og 2 kanínur. Nammi, veitirðu sel? Það var ekkert mál, hann var svo lítill. Ég rotaði hann bara með lurki, sagði Hulda og sló létt á hausinn á Brimi. Á ég að hjálpa þær að draga pokan, spurði Brimir. Það veri ágætt. Þau örkuðu af stað eftir fjörunni og drógu eftir sér pokan sem háði burt sporin í sandinum. Brimir og Hulda klifruðu upp á hól. Þau horfðu út á hafið með svarta fjörussandin í víkinni með pálmatrjánum þar sem þau ætluðu að verka skinnið og elda selin. Þau söfnuðu rekaviðadrumbum, kveiktu bál og grilluðu selin í heilu lagi. Þegar þau getið næju sína, settust þau í sandin og horfðu á sólarlagið. Síðan lögðust þau á bakið og fylgdust með stjörnunum verða bjartari eftir því sem myrkrið var svartara. Ég held þetta sé örugglega fallegasti og skemmtilegasti dagurinn sem ég hef lifað, hvíslaði Hulda og brosti. Já, hann er vel enn skemmtilegasti dagurinn sem ég hef hingað til lifað sem var í gær, sagði Brimir. Hvað gerður í gær? Ekkert sérstakt, ég var samt svo glaður, sagði Brimir og kímdi. Já, mér finnst lífið alltaf að verða skemmtilegur og skemmtilegra. Og bráðum koma fiðrildin, sagði Hulda og ljómaði. Þá verður gaman. Brimir sýndi Huldu steinin sem hann fann á fjallinu, hvernig hann glitraði, eins og 1000 regnbogar, eins og 1.000.000 stjörnur. Vá, hvað hann er fallegur. Þú mátt eiga hann, sagði Brimir. Nei, ég vil það ekki, sagði Hulda. Hann er of fallegur. Jú, ég vil að það eigir hann, sagði Brimir. Og því Hulda vissi í hjartanu að það er sælla að gefa en þiggja, þá ákvað hann að þiggja steinin til að gleðja Brimi. Hvernig steinn er þetta? Ég held að þetta sé óskasteinn. Má ég þá óska mér, spurði Hulda á brosti. Já, ef þú vilt, svaraði Brimir, en þá breytist steinninn í venjulegt grágrýti. Fæ ég þá aðeins eina ósk? Já, en óskin má vera hver sem er. Hulda þagði ekki dágóða stund, hún velti vöngum, skoðaði hug sinn og lét hugan reika. Mér dettur eiginlega ekkert í hug til að óska mér. Ekkert, spurði Brimir. Ég fæ nóg að borða og ég á marga vini vegna þess allir eru vinir, en ég átti samt alltaf eina ósk, sagði Hulda. Hver var hún? Ég óskaði þess alltaf að besti vinur minn gæfi mér undurfallegan óskastein, en nú hefur óskin ræst. Hulda brosti feimnislega, kyssti Brimi laust á kinnina og hélt varlega á steininum, eins og lóa ekki. Rosalega skrítin stjarna, sagði Brimir allt í einu. Hvar, spurði Hulda. Þarna, hrópaði Brimir. Þá ekki verið neinn stjarna þarna, sagði Hulda og nuddaði augun. En stjarnan hékk ekki kyrr út í geimnum. Hún þaut af stað með stóran eldhali eftirdragi, en stundum fór hún í hringi og snúninga og teknaði rauða eldstafi á himinin. Það er eins og séu búið til stafi í loftinu, sagði Brimir. H-E-R-S-E-S-T-U-F, stafaði Hulda. Hér sé stuð. Hvernig stjörnuhrap er nú þetta? Stjarnan hætti skyndilega að mynda hringi í loftinu og núna virti hún stefna beint á bláa hnöttin. Frá henni bárust hrikalegar drunur sem eru sífellt háværari. Brimir og Hulda héldu fast utan á hvort annað. Æ, er þetta loftsteinn eða halastjarna? Þetta er örugglega hrapandi geimflaug. Geimflaugin nálgaðist með vaxandi hraða og allt var skjanna bjart í kringu þau. Fuglarnir í trjánum vöknuðu og forðuðu sér með skrækjum.
íkornar skriðu ofan í kanínuhólur, fiskar földu sig í þangskófum, en Brimur og Hulda lokuðu augunum og grúfðu svo ofan í sandinn. Hún stefnir beint á okkur, hrópaði Hulda, við kremjumst. Haltu fast að utan á mig, hvíslaði Brimir. Hulda hélt svo fast Brimi að hún næstum búin að kremja hann. Síðan hvað við alveg hrikaleg sprenging. BAM! Sprengingin dundi í fjöllunum og bergmálu á milli þeirra og meðan sandur og grjót þeyttist yfir alla fjöruna. Eftir sprenginguna lágu Brimir og Hulda grafkyrr með suð í eyrunum. Þau stóðu varlega á fætur og dustuðu af sér rykið. Djúpur gígur hefði myndast það sem geimflugin hrappaði. Þau gengu hægt að gígbarminum og kíktu niður. Það sást eiginlega ekkert fyrir reyk, eða samt glitti í gljáandi beygla hrúald á botninum. Þetta er alveg svo gömul nilfisk ryksuga, sagði Hulda. Þetta er geimflugvél, hvíslaði Brimir. Það var ekki sjónina hreyfing á vélinni, en svo heyrist lágur dingur, dunk, bunk, bank, eins og hver væri hann að brjóta upp hurðina á flauginni. Hingað hefur enginn komið út úr geimnum óra lengi, sagði Hulda. Áfram var bara á hleran, miklu fastar en áður. Bank, dunk, bunk. Vonandi er þetta ekki geimskrimsli, hvíslaði Brimir. Þá heyrðist ógurlegt öskur og barið var að fullum þunga á hleran. Hann féll með miklu glamri og risavaxin skuggaleg vera birtist í gættinni. Hún starði út í myrkrið. Þessi kafli heitir Geimskrimslið. Brimir og Hulda hlupu gegnum nóttina eins og fætur tóguðu til að láta krakkana vita af geimskrimslinu. Hið eina sem lýsti leið þeirra var tunglið sem hvarf stundum á bak við ský eða pálmatré. Þau hlupu yfir heiðar og gegnum skóga og upp með ánni og yfir eyðimerkina. Allan tíman hrópuðu og kölluðu. Varið ykkur á geimskrimslinu, það er komið geimskrimsli. Börnin sem vöknuðu við lætin hrópuðu skelku út í myrkrið. Hvar er geimskrimslið? Það er í fjörunum í svarta sandinum. Gætið ykkar, felið ykkur. Hvernig lítið skrimslið út, spurði sumir. Ég held að það veri svart, hrópaði Hulda og hélt áfram hlaupunum. Já, það var svart og loðið og það var 4 höfuð og tennurnar voru beittar en hnífar, kallaði Brimir. Brauðhnífar eða kjöthnífar, kallaði Óli spekingur. Við erum ekki viss. Skrimslið var eiginlega bara svart, kallaði Hulda og tógaði Brim á eftir sér. Og áður en þau voru komin úr augsinn, kölluðu til krakkana. Ekki koma nálægt Svörtufjöru. Nóttina barst fréttin eins og eldur eyjuna og kveikti ótta í hverju hjarta. Allir viss af skrimslinu, en fáir voru sammála útlit þess. Sumir sögðu var í svart og loðið og geti getið heilu nettina með skógum og vötnum og öllum dýrum í einum munnbita. Aðrir sögðu var með 10 höfuð og 18 augu með röntgengeislum sem getur séð gegnum fjöll. Allir ímyndið sér hvílík skelfing það væri að hverfa hún í magan á slíku skrimsli og velkjast og kremjast í görnunum þar sem hlaut að vera ógeðslegi fíla og slepja. Brimir og Hulda sofnuðu dauðþreytt eftir hlaupin í skógarjóðri undir ilmandi grenitré. Hulda vaknaði við skelfingarópin í Brimi. Ó, ég fekk svo hryllilega martröð. Geimskrimsli tókur okkur hjörtun og setti í staðinn fullt af fiðri sem kitlaði svo mikið að ég gat ekki hægt að hlæja þegar skrimslið át mig og tugði 100 sinnum vegna þess að mömmu skrimslið hafi kennt því að tyggja matinu vel, en loksins þegar skrimslið kyngdi mér þá var ég með magan fullan af marglitussultu. Ég sem þoli ekki síld. Hulda hristi hausinn. Þú og þínir rugluði draumar. Ég heldur sem búin að sofa lengi, sagði Brimir og nuttaði stýrunur augunum. Finnum hina krakkana áður en skrimslið étur okkur öll. Börnin gengu lengi í skóginn. Það var komin bjartur dagur en ég sá ekki eitt einasta barn á ferli. Það voru engin börn ánæði upp á heiðinni, það var ekkert barn í dalnum eða við fjallstræturnar. Brimir og Hulda hrópuðu og kölluðu, en enginn svaraði þeim nema aparnir í trjánum og þytur í laufum. Ég held að skrimsli sé búið að éta vin okkar, kjökraði Brimir. Ég skal finna lurkin sem ég nota til að róta selin, sagði Hulda, og ég skal róta geimskrimslið. Hulda sveiflaði höndunum í kringum sig og næstum búin að róta Brimi. Þau læddust niður í Svörtufjöru. Þaðan heyrðist ógurleg læti. Uss, hvíslaði Brimir og hlustaði. Heyrist svona hljóð þegar geimskrimsli bryður hauskúpur og sígur úr heilan. Mér heyrist þetta vera hlátur, sagði Hulda. Ó nei, hrópaði Brimir, þetta er þó ekki bara eitt geimskrimsli, heldur heill hellingur af hræðilegum hlæjandi geimskrimslum sem eru hættulegri en allir úlfar, öll ljón og allar eiturslengur til samans. Þau skriðu skjálfandi á beinum upp á fjörukambinn og horfðu hún í gíginn þar sem geimskrimsli hrappaði.
Við þeim blasti ótrúleg sjón.